Góðan daginn og velkomin í þátt númer 100 hér á YouTube-rásin minni. Ég heiti Helga og ég er handhafinn Óð. Í dag er mánudagurinn 22. nóvember 2020 og já, þáttur númer 100. Ótrúlegt sko. Hann ætlaði búið að vera svo mikið í gangi undan farnar vikur hjá mér að ég eitthvað neginn þetta rann ekki upp hjá mér fyrir núna þegar að ég var að krassa hérna niður hvað ég ætla að tala um. Þetta væri virkilega númer 100. Jesus Christ sko. En skál fyrir því í kaffibolla. Ég var að koma inn og ég er óvenju seint að taka upp. Ég var að koma inn úr 2 tíma óvart göngutúr. Fór semst út fyrir 8 í morgun og skutla Hrafntinnu og Hilmi Þóra á leikskólan og svo ég aðeins að stúsa og það bara endaði í því að ég var að koma hérna heim að ganga 10:30. Bara fínt, geggjað veður. Ekkert því að væla. Nú, en já, ég vil bara bjóða alla nýja og gamla hjartanlega velkomna. Mig er að finna á Instagram og Ravelli sem Helga A71 og svo er ég með Sokkasnákar Helgu á Facebook og Sokkasnákar _Helgu á Instagram líka. Þar sem ég er með smá business fyrir sokkaprjónaöluna mína. En í dag þá er það klárinn, verk í vinnslu, hvað er á döfinni og hvað er þetta pokan. Eitt af mörgum klárum sem ég er ekki með hérna hjá mér en mun skjóta inn myndum af. Fyrst er það reyndar stykki sem ég get ekki sýnt ykkur fyrir en að það verður búið að gefa út viðkomandi, þessa uppskrift, en það var sérst pröfuprjón fyrir Steven, geggjað, mæli með og sýn ykkur klárlega mynd af því leið og ég má það. Og það var prjóna úr hinnu dásamlega Vestvúl og já, það er bara geggjagað. Nú á ég orðið slatta af því, þannig að ég fer að fara, ég eiginlega er að forðast það svolítið að fara í garnið mitt að því mér langar svo svakalega að minnka það sem ég er með í vinnslu. Og á meðan ég er ekki að káfa mikið á garninu þá er ég ekki að fá of miklar flugur í höfuðið. Hvað ég ætti að fara að gera sem sé nýtt. Nú, næst er það enn eitt parið af jólasokkum úr Sokkasnákum. Þetta er garn frá Amy í Stranded Podcast sem Stranded Dyeworks, minnum ég alveg, stóla úr mér, ja. En þetta er einn af jólalitunum hennar. Ég held ég eigi 2 aðra frá henni og ég setti bara hérna rauðan lit í tannahælinn og stroffið og kláraði, ég held að það veri 10 cm eftir eða eitthvað af þessu rauða hnykli sem ég var með og það er náttúrulega allt eftir á í sett. Og ég sýni ykkur það þegar ég fyrir verki vinnslu hvernig ég byrja á mínu að því ég nýbyrja á öðru jólasetti og það er svona að fara að minnka á þeirri rúlu en ég á aðra jólasokkarúlu hann upp í hillu og svo þannig er 2-föld hversdags rúlu sokkadót sem ég ættir en núna þegar ég er komin upp á lag með þetta sjálf þá er þetta að fara að hendast svolítið hraðar í gegn að setja táhæl og stroff á þetta heldur en það gerði fyrst. En já, enn eitt parið styttist 1. des þá fer maður kannski spóka sig í þessu. Já, ekki nema ég bíði þangað til ég var komið með 24 pör, ég veit ekki, kemur ljós. Síðan er það
teppi, var ég loksins að klára eitt teppið og það er teppi eftir hana K.F. Jones í Bakery Bears og það heitir svo mikið sem The Burrow Blanket og hún er reyndar með svona kögur en ég var ekki að setja það, það er algjör óþarfi það sem er fullt af litlum börnum sem þarf bara að plokka þetta úr og þetta er allt gert úr þreföldu fabel, ég bara nýta það og það eru, þetta viktar 880 grömm þannig að þetta er eiginlega svona eins og þyngingarsæng og segja mömmans kannski bara fyrir hann að sofa svolítið vel á nóttunni en hann fæst þess að vera með þetta á sér. Já, ég á enn eftir að setja tölur í nýju Felix cardigan en það er bara svo gott að vera í hérna. Já, ég á bara eftir að setja tölunar. En svo ég ræði nú aðeins þetta teppi að þá var ég með, eins og áður er sagt, var ég með fabel. Þessi var alltaf, ég held alltaf einum svona bleikum lit og svo kom stundum þessi bleiki með eða þessi blár og svo annar svona skærblárri aðeins og síðan var alltaf einn munstraður í bláum eða bleikum tónum þannig að já, 880 grömm það gerir nú bara næstu 18 hespur, þannig að það gekk svolítið á þann lager og ég veit ekki af hverju ég átti svona mikið af en það er bara eins og það er þannig að hérna er loksins komið teppi handa honum hann er búinn að vera að bíða sko, Hrafntinna var nefnilega búin að fá teppi og hann er alltaf að rukka peppið sitt þannig að núna fær hann peppið sitt eftir að því ég fer af því nú er ég komin á leikskólavaktina og skutlaði með leikskólan á morgnana því pappinn er farin að vinna og Lillan er bara of mikið Lilla en þá til þess að fara út svona á morgnana í skítakulda og þetta er bara, ég elska þetta er bara geggjað að fá þessa gæðastund með þeim en þetta var bara mjög þægilegt svona sjónsprjón smá gataminstur hérna neðst og efst á teppinu og annars er þetta bara garðaprjón og svo tekið upp hérna fyrir svona smá hliðarpanel með svona píkó bind off og það svo náttúrulega stækkaði að hellingi þvotti ég hnýtti saman alla þræðina ég ætti að klippa hérna einn spotta af og ef að þeir losna þá bara finn ég einhverja leið til þess að binda það saman aftur. Það er ekki svo nógið þegar þetta eru alltaf 3 þræðir saman þá er þetta ekki að glennast eitthvað svo glatt í sundur þó að rakna eitthvað aðeins upp. Og þetta er bara, sko, það var náttúrulega líka að vera þannig að það mætti henda því í þvottavél og svona lítil börn og 2 stórir hundar. Það þarf að vera þvottavélavænt. Þannig að hérna, Himmi fyrir alveg að fá Bebbi. Kem þessu á hann í vikunni. Nú, svo er ég ekki með meira til þess að sýna ykkur af því sem ég kláraði. En ég ætla bara aðeins að tala það og svo setja inn bara ljósmyndir af því. En ég, hún, Valdís pínlitla, þessi sem fæddist 2. nóvember, er óskaplega höfusmá með systkini sín. Þannig að það var ekki til nógu litlar húur. Það var alltaf verið að gera grína með fyrir að prjóna svo litlar húur á Hilmu og Hrafntinu. En hérna, þær húur voru of stórar á hana. Þannig að ég þurfti að prjóna sko ennþá minna á hana og hérna, eftir að við uppgötvum hvað hennar börn voru höfustór, 2 eldri, þá er alltaf verið gert alveg 3-6, þegar þau voru bara lítil þá var ég að prjóna á þau 3-6 mánaða, en loksins fundum við
uppskrift sem að hentaði þessum smáa haus og það var hérna í Knitting for Olive hérna ekki lambhúshettan heldur bangsahúfa þessi hérna og ég gerði 1 mánaða stærðina á hana á prjóna nr. 2,5 úr Baby Merino en hún er hrikalega sæt á henni og ég stingin mynd af henni hérna og bara já ég fór sérst notaði fínnagarn og fínni prjóna og hún smellpassar á hana þannig að mamma var svo hrifin á laginu á henni að hún vildi fá í svo næstu stærð fyrir ofan. Ég ætla að nota sama garn og sömu prjónstærð en sérst gera þá 3 mánaða stærðina. Ég ætla að stoppa hérna og setja myndinni. Og svo gerði ég bara svona klassíska eins og ljótt að kalla djöflahúfu. Þetta er hérna með spísnum hérna framan á úr gerði það úr setti semst líka mynd af henni núna inn og ég gerði hana úr hérna baby alpakka silk. Hún var allt og stóra á hana samt að það var svona unga barns stærðin. Þannig að ég ætla að gera sérst aðra svona bánsahúfu á hana og svo ætla ég líka að gera hérna Eldey húfuna. Himmi var rosa mikið með, hún passaði voða fínt á hana og var bara mjög fljót gerð og skemmtileg og ætla líka að gera eitthvað svoleiðis og þá get ég líka gert þess að eiga fyrir tvíburana þegar ef þeim vantar. Þær eru reyndar hérna passa bara fínt í það sem að fylgdi heim fyrir að setja mig og þetta Baby Merino það náttúrulega vex með þeim þannig að en þetta er svona taskan með svona sem ég get gripið í ef mig langar að gera húfur á öll barnabörnin mín. Sérstaklega þessi pínulitli núna 3 yngstu skvísurnar. Þarna sáu þið mynd af afmælisgjöfinni hennar Hrafntinnu en ég gerði settið, það heitir Mist og í það notaði ég þráður er að þvælst fyrir mér. Notaði hennar Lerki frá Dale, pantaði það bara í A4. Ég er svo óbúslega inn núna því mér er svo hræðilega leiðilegt að vera í búðir. Það reyndar mjög gaman að vera í gaddbúðir en þar með er það eiginlega upptalið að ég er mjög inn núna. Ég, þú veist, er alltaf bara að versla á netinu. Bara elska það. Það sem ég þarf. Eitt er svo bara þreytandi og mikill tímaþjófur. Þetta er litur 8123 Gammel Rós minni mig, það hann heiti. Og þess að hérna gerði peysu á hana og eyrnaband í stíl sem hann fylgir með í uppskriftinni og þetta heitir Mist uppskriftin og ég bara fór eftir henni eins og uppskriftin sagði til prjóna stærðina og allt og það bara smellpassaði og bara, já þá eru klárin komin og verkin vinnslu þau að ég er komin á 15 næst síðasta litin
í á teppinu From Grandma with Love. Mér langar alveg sjúklega að vera búin með það fyrir jólin, en ég veit ekki. Ég næ alveg að gera eina dúllu svona á einu kvöldi. Þannig að með að ég sé að ná 5-6 úr hverri hespu, þá ætti ég innan 2 vikna alveg að vera búin með þennan lit og svo þennan. Og raða svo upp og sjá hvort ég þurfa að gera eitthvað hvítum dúllum. Kemur ljós. Það væri rosa gaman, annarkvort jól eða áramót, að vera búin með það teppi. Þá á ég bara eitt teppi eftir af þeim sem ég löngu byrja á. Og það er teppi sem ég var byrjuð að hekla fyrir mömmu. Úr plötulópa frá henni og ég ætla ekki að hætta neitt við það. Ég bara held áfram. Ég var bara nýbyrjuð sko, en ég ætla að halda samt áfram með það og það verður bara svona langtíma verkefni. Bara svona þegar ég fara að eiga stundi með henni þá er gott að hafa eitthvað sem minnir á hana. Nú talandi teppi að þá ákvað ég að tína í poka svona gardúllur sem ég veit að ég mun ekki nota í kannski einhver sjöl eða eitthvað svoleiðis. Það eru þessi litir sem aðalega þessi bláu sem mér finnst ofsalega fallegir, en þið skiljið. Þannig ég er búin að vera að gera svona litlar heklaðar dúllur. Og ég ætla bara að gera fullt af svona eins litlum heklum dúllum úr öllum þessum litlu sætu gæjum sem ég á. Og svo bara sé ég hvað verður. Það er alls konar brúnir og búrgúndi og bláir og grænir og bara nefnið það. Þetta verður bara ansi skrautlegt. Ætli ég væri ekki með eitthvað gráan lit í kring til þess að setja síðasta hringinn í og hekla svo saman. Ég er bara með 3,5 mm túlipnál og þetta er bara svona mjög næs. Þetta eru 10 gramma hespur og afganginn bý til svona töfralykkju á og bý til litla hnykla. Ég mun sjálfsagt enda í einhverju svona hekluðu líka svona fram og tilbaka eins og ég hef gert áður. Bara gaman því. Þannig að þetta er eiginlega nýtt teppi. En ekkert eitthvað svona, þetta er bara svona, já, ekkert stressteppi. Og þetta var í sjálfu sér heldur ekkert stressteppi, en nú er mér bara að fara að dauðlanga til þess að klára það. Þetta verður alveg geggjað sko, nefnilega. Síðan er það eitt parið enn af jólasokkum og þetta er frá The Cozy Knitter. Þetta er kallað Hygge og þetta er eitthvað jóladæmi hjá henni, minni mig alveg örugglega. Og það fylgdi með svona hespa með giltu og þetta er með svona giltu glimmeri í garnið, bæði í sjálfu aðalgarninu og litlu dúllun. Nú þegar ég er búin að skipta lengjunni í tvennt, þá megin kemur stroffið. Ég byrja alltaf, sérstaklega með eitthvað takmarka magn af aukalitnum, þá byrja ég alltaf á að gera tærnar á hælinn og enda svo á stroffinu. Ég er alveg að vera búin með tærnar og ég ger þetta alltaf bæði í einu. Svo tel ég bara fyrir mig, tel ég héðan svona 56 lykkjur og þræði framan á bara, ég fyrir ekki hringinn eins og fyrir stroffið
og hérna klippi svo upp fyrir hælnum og klára hælana, geri þá bara mjög svipað á tanna, svipaðri úrtöku. Og svo ger ég bara stroff úr afgangnum. Hérna sem sagt hérna, ég skilji hvað ég á við, ég tek bara upp lykkjur hérna, svo ein umferð á milli og svo tek ég upp lykkju hinum megin á móti. Þannig að ef ég tæki upp hérna það sem þetta brúna og svo hinum fyrir ofan þessa ljósu umferðina á milli, þá myndi ég klippa í ljósu umferðina og rekja það upp og þá sæti eftir á prjónunum þessar lykkjur sem að mynda þá hælinn og myndast op þar. Og annars ég með fyrir þá sem hafa verið að panta hjá mér og fá snáka og hafa ekki gert svona áður, og þá hef ég bara sendt þeim link á vídeo af einmitt hvernig hún Amy Stranded gerir þetta. Hún náttúrulega prjónar með breskri aðferð en það kemur ekkert að sök. Það aðalmáli að sjá bara hvernig hún tekur upp lykkjurnar og gerir það. Og ég held að enginn af þeim sem aragrúa af snákum sem ég hef gert, að ég held að enginn hafa lent í einhverju stórkostlegu vesinni. Þannig að hérna sérst enn eitt parið. Þessir verða ekstra langir. Ég gerði það örugglega til þess að ná öllum röndunum svolítið svona. Þetta alveg 359 umferðir samtals og í venjulegum sokki mér ég vilt með 240 til 260. Þannig þessi verður með háum legg. Það bara cool. Þannig að þetta í vinnslu og ég reyni alltaf þegar ég búið með eitt bara að smella strax öðrum í gagnið, því að ég þarf alltaf að hafa þessa tilbreytingu og líka svona af því að mér finnst þetta ekki teljast til þess að vera feit upp á nýju af því ég búið með meiri hluta en ég bara að klára þetta. Þetta ekkert nýtt. Þannig að en ég greinilega svolítið sólgin í eitthvað svona einfalt prjón núna og kannski bara ekkert bogið við það eins og hvernig lífið búið að vera undanfarið, og þá þarf maður bara svolítið að hafa afsakið einfalt líka meðan maður að jafna sig eftir svona áföll. Og ég ennþá bara að snuddast í, ég ekkert ég kom með fram í stofu. Það 3 verkefnabókar þar sem ég tók ekki með inn að því ég ekkert snert á þeim. Og svo 3 hér. Allir með þeim í heldur. Og já. Þannig það ekki hægt að segja annað en að ég hafi nóg að gera. Nú, svo eitt enn kláruð. Auðvitað varð ég að prófa þetta. Þetta ég með 80 perur í seríunni. Þetta bara einhver sería sem ég átti. Ég með alltaf fína prjóna, þannig að þú veist, ég ætti eiginlega að, ég á alveg grófur prjóna, ég bara var svo æst ég að prófa þetta, ég nefndi ekki að leita þeim. Og þetta funkar alveg svona, þetta bara svona skemmtilegt tvist á að tróða áhugamálinu sínu inn í allt. Og ég fyti að bara, þú veist, það komin uppskrift á rafili af þessu eftir konuna sem byrjaði á þessu. En ég, þú veist, hún fitjaði upp á held ég 23 lykkjum. Ég bara með eitthvað 2, 4, 6, 12 eða 13. Og þú veist, það fór eitthvað svo rosa mikið hérna í fyrstu umferðina. Sennilega því ég var að prjóna svo svaðalega þétt, ekkert vel verið að ég reki þetta upp og gera þetta lausar einhvern veginn. Og svona þannig að verði aðeins svona meir úr því.
En svo liggur þetta bara hérna hjá mér inn í við prjónastólinn og veitir ekstra byrtu þar. En þetta var bara, ég var að prófa þetta. Ég er náttúrulega eins og þið vitið eftir 100 þætti mjög til ég að prófa allt sem að tengist spottum. Og já, þannig á það. Svo eina sem að datt í pokan var þessi Una. Eftir Sölku Sól og Sjöfn. Fékk hana í Galleri Snotru. Ég er með svo mikið bókablæti að ég finnst alltaf mjög gaman að eiga svona bækur. Já, samt ég held ég hafi nú ekki prjónað neitt af hennar eða uppskriftum. Ég er að kíkja og sjá nokkuð í fljótu bragði. En það er vissulega eitt og annað sem ég myndi alveg vilja gera, sko. Og mun sjálfsagt gera einhvern tímann. En ég er bara ekkert spennt að flytja upp á nýju núna. Veit ekki hvað það er. Það er bara þessi klárlöngun. Klára þetta skrýtna ár sem er bæði búið að vera svo geggjað og svo hræðilegt að klára það sem er á prjónum og byrja bara nema einhver teppi en byrja svo bara með hreint borð áramótin. Ég er alveg til í það. Og þannig að þetta var nú ekki, já, ég veit ekki, ég er svona týnd eitthvað í dag en vildi samt bara reyna að koma mér í þessa rútínu að vera annað hvern mánudag. Ég hefði alveg viljað gera eitthvað meira úr þessu 100 þáttadæmi en ég er bara að vera bara viðurkenna það. Ég er bara pínu ennþá sprungt og við bara eigum það inni, það partí. Ef ég kemur í að gera eitthvað úr því, annars bara, þú veist. Það er komin já, talandi íslensk podcast, það er bækur og bönd, minnum að heitir, voru að byrja og Garn í gangi, Sveina Björk, mjög gaman, ótrúlega gaman að fá fleiri fleiri íslenska vídeobloggara með í partíið, eykur svo sannarlega fjölbreytnina og ég nefnilega er orðin svona ég er orðin pínu leið á þessum mörgum af þessum erlendu sem ég fylgdist með og já, þannig að það var bara geggjað að fá fleiri nýja. Mér finnst bara rosa gaman að fylgjast með þessum íslensku. Það er Prjónahornið, það er Systrabönd, það er Linda í Hipp Hipp Barbaneitt, það er ég, það er Guðlaug með þræði, það er bækur og bönd og Garn í gangi. Svo var náttúrulega Inga Rós Unnas með frá Héraði handlítari, en það var ekkert komið frá henni alveg í langan tíma, en það er alveg til fullt af þáttum eftir hana á YouTube. Er þetta ekki komið? Jú, nei, Kristín Vatnsnes. Já, þannig það er bara orðið ótrúlega margt með að við vorum, þegar ég var að byrja, þá var Inga Rós búin að vera, en var ekkert rosa aktív akkurat þá, svo byrjaði Guðlaug og svo kom ég og svo Linda og svo er þetta bara búið að vera smá vaksa og bara ótrúlega gaman og ég þarf pínu að passa mig þegar ég er að horfa á þar, því að þær veita mér alveg, sko, þær kýtla alveg
uppfytunar álfinn í mér, en en eins og ég segi, mér langar rosa að byrja með hreint borð. Ég var að kíkja hérna í gluggann, ég var að setja upp serjur, svo var ég náttúrulega að skreyta þetta heimili okkar í fyrsta skipti. Ég hef búin að jólaskreita allt í drasl. Ég bara, var orðin svo spennt, bæði þurfti ég á því að halda að gera eitthvað til þess að gleðja mig og ég var svo spennt að sjá hvernig skrauti myndi njóta sín hérna og fara í gegnum það allt saman. Og það bara nýtur sín allt ákaflega vel hérna og það sem var umfram er ég bara búin að losa mig við. Ég bara nenni ekki lengur að vera með 2 fulla plastkassa af eitthvað sem ég nota kannski eitthvað tíman en er varla búin að opna þá í 20 ára eða eitthvað. Bara nenni ekki lengur. Ef mér vantar það seinna þá bara kaupi ég mér nýtt. Ég er komið þangað. Já, ég held ég sé ekkert bara prjónahópur minn hérna á Skaganum. Við erum að vonast eftir að kannski þegar að fyrir að líða nær jólum að við getum smellt í hitting. Við erum náttúrulega bara búin að vera að hlýða í þig og ekkert búin að hittast núna langa lengi. Og ég sakna þér alveg hræðilega. Dagarnir renna svolítið bara saman í eitt einhvern veginn. Það er eiginlega orðið rosalega svona lítil tilbreyting. Við erum sem betur fyrr, eigum við lindur okkur hjónum ákaflega vel. En það er ofboðslega lítill munur á virkum degi og helgum því að hann vinnur ennþá algjörlega bara hérna heima, sko. En og sjálfsagt, sko, jú, ég veit alveg að hann langar alveg að komast suður í vinnuna, það er ekki það, en við erum bara allt maður skynsum, það liggur ekkert á. Ekki fyrir en að það má og hann raunverulega þarf að fara, að þá gerir hann það. Meðan er hann bara hér í húsbóndaherbyggi sínu og meðan ég legg undir mig rest bara eins og venjulega. En já, þannig að svo bara erum við að bíða eftir að fá að knúsa litlu babyin, við erum ekki ennþá farin að snerta þau. Það styttist í það, það er allir alveg að vera 4 kíló eða 2 mánaða og það var yndislegt. Ég er alveg bara, og ég núna eins og í morgun þegar ég var að keyra Heilmi og Hrafntinni í leikskólana, ég náði mér alveg ekstra knús af þeim. Þau gefa manni svo mikið, þessi elskur. En við hittumst það bara næst í desember og þangað til þá bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og njótið aðventunnar. Verum ekkert að stressa okkur, leifum þessari veiru að hafa sinn gang og verum ekkert að gefa henni tækifæri á að dafna eitthvað aftur í þjóðfélaginu og reynum bara að hafa þessi jólpínu öðruvísi en önnur, bara til þess að komast yfir þetta. Ég er alveg til í að leggja það á mig að geta ekki alveg verið ofan í öllum til þess að eiga tækifæri á að geta verið ofan í þeim öllum lengi þegar að þessi vá verður farin frá okkur. En ég er bara að þakka fyrir í dag og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.